Seipa mín. Amen. Yndisleg samkoma, krakkar mínir. Það svo frábært að vera það sem Jesús Það best af öllu. Takk Jesús fyrir orðið sem þú gafst mér. Takk fyrir að þú ert lifandi Guð. Takk fyrir að þú ert hingað komin til þess að mæta fólki sem á leyndarmál. Til að mæta fólki sem komið út af veginum. Til að mæta fólki sem brotið. Ég þakka þér fyrir Jesús að þér engin hlutur hulinn. Takk fyrir að þú ert hér og ég bið áframhaldandi nærveru þína og smurningu í Jesú nafni. Amen. Amen. Í Bandaríkjunum býr kona sem heitir Jessica Koulianos. Einhver sem þekkir hana? Einhver sem þekkir pabbinar? Jú, við vitum öll hver pabbinar Hún hét nefnilega áður Jessica Hinn. Hún ein af börnum Benny Hinn. Hún alin upp við fætur krossins. Hún alin upp við það að trúa á Jesú. Þegar þessi stelpa varð unglingur, þá fór hún í uppreisn. Og hún vildi ekkert með Guð hafa. Og það var vegna þess að hún taldi að kirkjan og í rauninni Guð hefði rænt pabba sínum frá sér og frá fjölskyldunni. Og hún var alveg viss það að eina ástæðan fyrir því að fólk vildi vingast við hana, hún eignaðist vini, var bara út af pabbinar. Af því að þau vildu koma inn á heimilið og hitta pabbinar, af því að pabbinar var þekktur. Og hægt og rólega varð hún bara mjög gröm. Og það gekk svo langt og hún löngu hætt að mæta í kirkju, hún var hætt að biðja og það gekk svo langt að hún sagði við pabba sinn að hún hataði Guð. Bak við þessa yfirlýsingu var sársauki og bak við hennar ákvörðun var sársauki og það oft og bara iðulega þannig að þegar við tökum einhverjar afdrifaríkar ákvarðanir þá það stundum af því að við finnum til og þá það stundum af því að það eitthvað á bak við þetta. En foreldrar hennar báðu. Jesús tók ekki völdin af henni. Jesús leyfði henni að ráða. Og þannig það svolítið með okkur. Þegar við stöndum frammi fyrir einhverjum erfiðleikum, þá tekur hann ekki á okkur völdin. Við höfum ákveðna ábyrgð, en hann alltaf tilbúinn til þess að ganga með okkur. Hann alltaf tilbúinn til þess að hjálpa okkur. Svo gerist það að Jessica boðið. Mig minnir að vera til Suður Ameríku og þar fer hún inn á heimili hjá forstöðumanni og fer í kirkju með dóttur hans þar sem nærvera Guðs var svo áþreifanleg að hún beygði kné sín. Þegar heilagur andi komst inn fyrir sársaukann, þegar heilagur andi virkilega snerti hjartað hennar, það var þá sem hún hugsaði það þetta sem ég þrái. Það þetta sem ég vil. Við getum tekið alls konar ákvarðanir í lífi okkar þegar nærvera Guðs eitthvað staðar fjarri okkur. En þegar þessi nærvera heilags anda kemur, þá einhvern veginn bara getum maður ekki annað en sagt bara það þetta sem ég vil. Jesús, það þú sem ég þrái. Orðið sem Guð lagði mér á hjarta í dag úr Lúkasarguðspjalli, 24. kafla frá versi 13. Þessi saga gerðist á páskadag, en þetta ekki saga sem yfirleitt sögð á páskadag. Það voru 2 sennilega ungir menn sem lögðu af stað frá Jerúsalem til Emmaus, cirka 11 kilometra leið. Forsagan var sú að á pálmasunnudag hafði Jesús komið inn í Jerúsalem. Jesús konungur konunga og drottin drottna. Hann kom ekki eins og aðrir konungar. Hann kom ekki í einhverjum vagni með hermenn og rauðan dregill og lúðra þitt. Hann kom með fólkið. Hann kom á ösnufóla. Hann var vistvænn vegna þess að það voru allir með svona pálmagreinar og þau fögnuðu honum sem konungi. 5 dögum seinna hrópaði fólkið krossfestan. Og það sem lærisveinarnir gátu ekki ímynda sér að gæti gerst og það versta sem þeir gátu hugsa sér að gæti gerst, það gerðist. Jesús var krossfestur og þeir voru algjörlega niðurbrotnir. Fótunum var algjörlega kippt undan þeim.
Kannski einhver hér á slíkum stað, kannski hefur fótunum verið kippt undan þér og þú hugsa bara, hvar Guð? Jesús hafði sagt að hann myndi rísa frá dauðum og það gerðist á páskadag og það fjallar yfirleitt boðskapur páskadags. En í ritningunni segir að seinna þann sama dag þegar konurnar höfðu komið að gröfinni og englar höfðu birst og sögðu þeim að Jesús væri upprisinn, Jesús hafði birst Maríu Magdalenu, Jesús hafði sýnt sig upprisinn. En það trúðu því ekki allir. Og þennan dag þá fara 2 lærisveinar, þeir voru ekki 2 þessara 12 sem höfðu alltaf fylgt Jesú vegna þess að annar hét Kleófas. Sennilega voru þeir hluti af þessum 72 sem Jesús hafði einhver tíma og sennilega allavega einu sinni ef ekki oftar sent út til þess að predika, til þess að reka út í illa anda, til að biðja fyrir sjúkum og til að boða fagnaðarerindið. Þeir komu fagnandi tilbaka vegna þess að meira sé að illir andar voru þeir undirgefnir. Og þá sagði Jesús, þeir skulu ekki gleðjast yfir því. Þeir skulu fyrst og fremst gleðjast yfir því að nöfnin ykkar eru skráð í himninum. Það það dýrmætasta og besta sem við getum eignast, eilíft líf og fyrirgefningu syndana. Það þess vegna sem Jesús kom í þennan heim. Það þess vegna sem blóðið hans rann á krossinum á Golgata. Blóð Jesú Krists hreinsar okkur af allri synd. Ekki annarri hverri, af allri synd, líka syndunum sem okkur finnst svo kannski alvarlegar að við höldum að Guð geti ekki fyrirgefið okkur, eða þessar syndir sem okkur finnst bara erfitt að fyrirgefa okkur sjálfum. Jesús dó fyrir allar syndir. Og þennan dag þá leggja 2 strákar af stað til Emmaus. Svo slæst allt í einu maður í för með þeim. Og ég sé hann fyrir mér labbandi svona eftir þeim og hann nær þeim. Jesús ákvað sjálfur að slást í för með þeim. Þessi saga lengsta sagan í Nýja testamentinu af samskiptum Jesú við lærisveinana þegar hann var upprisinn. Hann slæst í för með þeim og hann bara náttúrulega sér og finnur að þeir eru algjörlega bugaðir. Þeir eru svo daprir og sorgin hefur bara heltekið á sem olli því að þeir tóku ranga stefnu. Og það segir vegna þess að þeir voru að yfirgefa Jerúsalem. Þeir voru að fara til Emmaus. Hvað voru þeir eiginlega að gera þangað? Kannski bara rétt eins og Pétur, þegar Pétur sagði bara að við skulum fara að veiða. Bara fara aftur í kringumstæðurnar sem þeir þekktu áður en Jesús varð á vegi þeirra. Allavega, ég kýs að gefa mér það að þeir hafa tekið ranga stefnu. Og þeir eru að fara til Emmaus og í rauninni kannski bara svolítið stimpla sig út. Þessi kafli í lífi mínu bara búinn. Ég bara búinn með þetta. Þá kemur Jesús og þeir þekkt hann ekki. Og það eins og Jesús segir við hann, ég hef ennþá áætlun. Segir við þá, ég hef ennþá áætlun, ég hef ekki gleymt ykkur. Það sem svo magnað við þessa sögu, hann fer að ganga með þeim og hann segir þeim ekki að snúa við. Ekki á einum einasta tímapunkti segir hann við þá, þið eruð að fara í ranga átt, strákar, hvert eru þið að fara? Það sem Jesús gerir að hann leyfir þeim að tala. Hann leyfir þeim að fara í þá átt sem þeir höfðu sjálfur ákveðið þó svo að það væri röng stefna. Og þetta eitthvað sem við getum alveg hugleitt þegar við tökum kannski vísvitandi rangar ákvarðanir. Vísvitandi. Þá ekki þar með sagt að Jesús snú okkur við í hvelli. Stundum leyfir hann okkur bara að fara. En hann gengur með okkur. En það líka hægt að vera svo dapur og það hægt að vera svo bugaður og það hægt að vera svo vonlaus að maður bara kemur ekki auga á að Jesús við hliðina á manni. Jesús fékk þá til að tala og hann leyfði þeim að tjá sig og hann hlustaði.
Og hann leyfði þeim að tala sjálfan sig. Hann vissi, ég þekkti þessa sögu alveg út og inn. En þeir höfðu þörf fyrir að tala. Og hann sagði þeim aldrei að þeir hefðu rangt fyrir sér. Hann sagði þeim aldrei að þeim mætti ekki líða eins og þeim leið. Og hann sagði aldrei að þeir mætti ekki hafa allar þær skoðanir sem þeir höfðu. En leiðin hans var að opna augu þeirra fyrir ritningunum. Útskýra fyrir þeim þar sem þeir skildu ekki í ritningunum. Þar sem þeir höfðu ekki komið auga á þar. Og þegar þeir náðu því, þegar þeir bara trúðu því að það sem hefði gerst, það hefði átt að gerast. Það sem spámennirnir höfðu sagt fyrir bara ótrúlega nákvæmlega. Það var eitthvað sem átti að gerast. Það var þá sem augu þeirra opnuðust. Og ég var að hugsa í morgun, kannski einhver tíma í framtíðinni, þegar ég verð komin inn í eilíðina, þá sýnir Guð mér kannski hvers vegna ég þurfti að fara í gegnum þær þrengingar sem ég hef farið í gegnum. Þær voru hluti af áætlun Guðs. Þær voru eitt púsl í stóru myndinni, en af því að ég sé ekki jafn langt og Guð, þá finnst mér þetta bara vont. Þá finnst mér þetta bara óþægilegt og þá get ég hugsað bara Guð, hvar ertu? Og mér er svo flott einhver tíma þegar einhver sagði, veistu það að þegar við förum í gegnum þrengingar og okkur finnst Guð vera fjarlægur, það er bara rétt eins og kennarinn sem er þögull í prófum. Hann er til staðar. Hann sér þig. Hann segir kannski ekki neitt af því að þú þarft sjálfur að ganga í gegnum þetta. Og mörg ykkar hafi kannski heyrt söguna draum sem mann dreymdi og þetta, ég held að þetta sé sönn saga. Og mér finnst þetta svo stórkostlegt hvernig Guð, lifandi Guð, nákvæmur Guð, birtist okkur aftur og aftur, talar inn í kringumstæður okkar. Og það er maður sem var að fara í gegnum mikla erfiðleika og sára erfiðleika. Og hann dreymir draum. Og í draumnum þá sér hann er á strönd og hann sér fótspor í sandinum. Og hann sér að Jesús gengur við hliðina á honum, það eru 2 fótspor. Svo á einhverjum kafla þar sem honum leið hvað verst, erfiðleikarnir voru mestir, þá sér hann bara 1 fótspor. Og hann segir við Guð, ég skil ekki hvernig þú gast fengið af þér að skilja mig einan eftir á þessum tíma þegar mér leið hvað verst. Og það er þá sem Jesús segir við hann, elsku barnið mitt, ég mun aldrei yfirgefa þig. Ég mun aldrei sleppa af þér hendinni á þessum tíma þar sem þú sérð bara 1 fótspor í sandinum. Þá hélt ég á þér. Og við sjáum það ekki alltaf. En hvílík huggun. Þessir 2 félagar, þeir höfðu orðið sammála að fara til Emmaus. Þannig að þegar við förum út af sporinu þá getum við mögulega fengið eitthvað með okkur. Og við getum sannfært hann að þetta sé bara best í stöðunni. En það er eitthvað við þessa nærveru. Nærveru Jesús sem breytir öllu. Og þegar Jesús braut brauðið, þegar augu þeirra opnuðust, þess að þeir fara frá Jerúsalem og eru á leiðinni til Emmaus. Og Jesús kemur og þeir segja honum alla sögun og svo fer hann loksins þegar hann kemst að, þegar þeir eru nú búin að segja hvað lífið sé óréttlátt, þá kemst hann að og hann fer að útskýra fyrir þeim. Þetta átti að gerast. Ég veit þetta er vont, ég veit þetta er sárt, ég veit að þið finnir til. En Jesús átti að ganga í gegnum þessar þrengingar og inn í ríki sitt. Og það er ekkert skrítið þó að þið finnir til. Svo þegar þeir eru að koma til Emmaus, þá lætur Jesús eins og hann ætla að halda áfram. Hann þrengir sér ekki inn í líf þeirra. Hann treður sér ekki inn til þeirra. Hann bíður eftir því að þeir bjóða honum. Eins og Jesús segir í Opinberunarbókinni, ég stend við dyrnar og kný á.
Hann knýr á hjá kristnu fólki. Hann knýr á hjá þér og mér. Og hann bíður eftir því að þú opnir. Í Jóhannesarguðspjalli 1:12 þá segir öllum sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Hann fer inn til þeirra sem bjóð honum inn og hann breytir öllu. Og þar sem þeir sitja og eru að borða saman, þá brýtur Jesús brauðið og augu þeirra opnast. Síðasta skipti sem þeir höfðu séð Jesús brjóta brauðið, ég veit svo sem ekki hvort þessir tveir voru með þá, en síðasta skipti sem Jesús hafði brotið brauðið var við síðustu kvöldmáltíðina. Rétt áður en hann var handtekinn og síðan krossfestur. Og þar sem augu þeirra opnast, þá allt í einu áttaði sig á því að þegar Jesús hafði sagt, farið út allan heim og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, þá átti hann við þá. Og þegar hann hafði sagt, þið munu tala nýjum tungum, þá átti það við þá. Og þegar hann sagði, þið munu leggja hendur við sjúka og þeir verða heilir, þá var hann að tala þá. Og allt í einu áttaði sig á því að það voru þeir sem átti að reka út illa anda. Þeir áttuðu sig á því að allt sem Jesús hafði sagt og valdið sem hann hafði gefið, það átti við þá. Það voru þeir sem skiptu máli. Og það er svo magnað þegar Jesús brýtur brauðið. Og það er þá sem þeir þekktu hann. Jesús var brauðið. Jesús var brauðið sem var brotið. Og það segir í Jóhannesarguðspjalli, 7. kafla, þar sem Jesús er að tala sjálfan sig og hann er að tala sig sem brauð lífsins í 6:35. Þar segir, ég er brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Í versi 48 segir hann, ég er brauð lífsins. Og svo í 50, þetta er brauðið sem niður stígur af himni, sá sem etur af því, deyr ekki. Ég er hið lifandi brauð sem steig niður af himni, hver sem etur af þessu brauði mun lifa að eilífu og brauðið er líkami minn sem ég gef heiminum til lífs. Og í versi 58, þetta er það brauð sem niður steig af himni. Það er ekki eins og brauðið sem feðurnir átu enda dóu þeir. Sá sem etur þetta brauð mun lifa að eilífu. Og það er þetta, þegar Jesús brýtur brauðið og þeir þekktu handtökin og það var eitthvað heilagt við þetta, þá skildu þeir. Þá allt í einu hugsuðu þeir, það er þetta sem ég þrái. Það er þetta sem ég vil. Það er þetta sem ég ætla að elta. Það getur vel verið að kosti mig sársauka, það getur vel verið að það kosti mig sorgir, það getur vel verið að það kosti mig erfileika, en þetta er það sem ég þrái. Köllun Guðs í lífi mínu. Kannski er einhver hér í dag, eða einhver sem er að hlusta, sem hefur gengið í burtu. Eins og þessir 2 lærisveinar. Og það er alltaf einhver ástæða fyrir því. Og þú er kannski haft ríka ástæðu fyrir því, af því að það verður einhver komið illa fram við þig, eða þú verður einhvern veginn ekki fundið þessa nærveru. Það verður allavega eitthvað vantað. Og það er ekkert víst að Jesús snúi þér við. Þú mátt ganga þá leið sem þú vilt, bara rétt eins og þessir 2. Jesús sneri þeim ekki við. Þeir eru það ákveða það sjálfir. En þegar Jesús opnar augu þín, þegar þú fattar hver hann er, þegar þú bara sérð hönd hans í lífinu, líka í þrengingunum, það er þá sem þú snýrð við. Jesús sagði líka einu sinni við lærisveinana, ef þið komið einhver tímann einhver staðar í borg eða þorp þar sem ekki er við ykkur tekið, dustiði þá rykið af ykkur, bara farið þá úr þeirri borg og bara dustið rykið af ykkur og haldið áfram. Ef það er ekki tekið við ykkur,
það vont. Það höfnun. Það leiðinlegt. Og það óþægilegt. Jesús sagði samt, ef þið komið einhver tíman á þann stað að þið upplifið að það ekki tekið við ykkur, þá farið og hættið að velta ykkur upp úr þessu. Það kannski það sem erfiðast. Þegar hann segir bara, ok, ef það ekki tekið við þér vegna mín eða vegna einhvers, halt áfram. Halt þú þínu striki. Hertu upp hugan. Vissi Jesús ekki að þetta var vont? Jú. Það var nákvæmlega þess vegna sem hann sagði, þú getur ákveðið, hann sagði þetta náttúrulega ekki svona, þetta mín túlkun, þetta Guðspjall Daggar, fyrsta Daggarbréf. Þú getur ákveðið að setjast bara hér og velta þér upp úr vonbrigðunum. Þú getur ákveðið þegar þú ferð í gegnum dimman dal að tjalda bara þar og vera þar sem lengst og láta þér bara líða sem verst og eiga svolítið bátt. Þú getur velt þér upp úr rykinu og ekki þurrkað af. En Jesús segir, stattu upp og haltu áfram. Stattu upp og haltu áfram. Og Jesús vissi að lærisveinunum yrði hafnað. Og þessari trú á Jesú yrði meira að segja hafnað af yfirvöldum, opinberlega, og lýst yfir að þetta væri rangt. Og þetta bara gæti ekki verið frá Guði. Hann sagði, halt áfram. Hafið þér ofsótt mig, þá munu líka ofsækja þig. Þú veist, hafið þeir tekið á móti mér, þá munu þeir líka taka á móti þér. Allt þetta munu þeir gera þér vegna nafns míns. Þegar Jesús opnaði augu lærisveinana í Emmaus og þeir stóðu upp og snéru við, þá var það vegna þess að Jesús vildi hafa þá í höfuðstöðvunum. Jesús vildi hafa þá í höfuðstöðvunum. Og Jesús vill hafa þig í höfuðstöðvunum. Það getur vel verið að þú farir út og predikir fagnaðarerindið og það getur vel verið að þú farir út allan heim. En þú þarft að eiga heimili í höfuðstöðvunum. Og ég vil segja við þá sem að horfa á útsendinguna, að hlusta á hana, komdu þér í kirkju. Það frábært að eiga þessa tækni. Það frábært að geta boða fagnaðarerindið. En þú átt heima í höfuðstöðvunum. Algjörlega. Og við þurfum að eiga stefnumót við heilagan anda. Og það uppörvar mig alltaf þessi saga sem ég veit ekki af hverju ég að hugsa með reglulegu millibili. Þegar heilugum anda var úthellt í Azusa-stræti í Los Angeles 1906. Heilugum anda var úthellt yfir frumkirkjuna og það má eiginlega segja að 3 sinnum hafi frumkirkjan verið verulega skekin. Það var hrist upp í öllu. Það var í fyrsta lagi þegar Jesús var krossfestur og líf þeirra fór allt á hvolf og þeir í rauninni bara vissu ekki hvaða stefnu þeir ættu að taka. Leið þeim illa? Ó já. Héldu þeir áfram? Ó já. Í öðru lagi var líf þeirra skekið þegar Jesús reisu frá dauðum. Býtu, hvað var þetta? Áttu þeir bara að fara og segja fólki að einhver dáinn maður væri honum lifandi? Já, það var akkurat þannig. Þetta var bara of gott til að vera satt. Það þurfti trú og við þurfum trú. Og vitið það, sá sem fann upp ljósaperuna, ef hann hefði einhver tíman hugsað bara þetta ekki hægt og enginn gengið í hans fótspor, þá sætum við bara hér í myrkri. Þá væri bara dautt á þessum hljóðnema og við værum sennilega bara hérna fyrir utan dyrnar. Við værum ennþá í moldakofanum. Skiljiði, þeir sem hafa komið einhverju til leiðar í veröldinni, þeir sem komu fluginu af stað, rætbræður, sem bara allt í einu datt í hug hvort það væri kannski bara hægt að fljúga. Þú veist bara, halló, hversu galið er það? Þetta var fólk sem hafði trú. Þeir sem komu fyrstu geimflauginni til tunglsins, hvað er það? Horfum upp í himinin, ætlum við getum einhvern tímann lent þarna. Þú veist, hversu galið er þetta?
En það sem auga sá ekki og eyrað heyrði ekki og ekki kom upp í huga nokkurs manns, það það sem Guð hefur fyrirbúið þeim sem elskan. Þannig að verum trúið. Jesús sagði við Tómas, vertu trúaður, vertu ekki vantrúaður. Ef vantrúin hefði haft völdin í þessari veröld frá upphafi, þá værum við bara ennþá í steinöldinni. Bara þökk sé Guði, þá til fólk sem á trú. Og það var þetta sem lærisveinarnir gerðu þegar Jesús sagði, þú veist, já, ég reis upp frá dauðum. Þú veist, þeir voru ekkert alveg á því að trúa þessu. Svo bara birtist hann. Og þeir alveg bara, bíddu nú augnablik, þú veist, hvað þetta? Og þeir geti bara rétt ímyndað ykkur að veröldin þeirra var skekin. Það hristist einhvern veginn í öllu. Og í þriðja skiptið, þá hristist í öllu þegar heilugum anda var útelt. Bíddu, hvað það? Einhverjir menn eða fólk á bænastund, 120 manns eða hvað þau voru mörg og þau eru bara að biðja og þau vita eiginlega ekki alveg eftir hverju þau eru að bíða. Jesús hafði bara sagt við þau, bíðið í Jerúsalem eftir loforðinu sem Faðirinn hefur gefið ykkur. Og þeir bara treystu honum. Og þeir bara komu saman. Þeir vissi ekkert hvort þeir þurftu að bíða í 365 daga eða hvað þeir þurftu að bíða lengi, en þeir bara biðu og þeir báðu. Heyrðu, þá fara þeir bara allt í einu að tala eitthvað tungumál sem enginn þeirra hafði lært. Og ég hef stundum hugsað, sko, við erum stundum hrædd að styggi ekki fólk og veri ekki skrítin í augum manna. Heyrðu, þeir þóttu nú svo skrítnir, það var nú verið einhver læti, því að menn bara dreif að, þú veist, fólk bara lætin í þeim, heyrðust bara út allt. Og það kemur bara fullt af fólki og ég meina sumir gerðu grín að þeim, sumir sögðu bara, þeir eru drukknir, þakkaði það niður í þeim. Nei, þið megi bara halda við drukki hvað sem ykkur dettur í hug, við erum algjörlega bláedrú, við erum bara fullir af heilugum anda. Skiljiði, var veröldin skekin? Já, og mér var svo flott þegar hann sagði daginn að Simon Breaker, eða hvað hann heitir, þegar hann var að tala heilagan anda. Og hann segir, það stendur í Jóel að heilugum anda muni verða útelt yfir allt hold. Eitthvað hold hérna inni? Það eru sumir með meira hold en góðu hófi gegnir. Og Guð segir bara, ég mun úthella anda mínum yfir allt hold. Og þar með þú í þeirra hópi. Og það bara, þetta stendur skrifað. Þegar Jesús lauk upp huga og hjarta þessara lærisveina í Emmaus til þess að þeir tryðu ritningunum og þeir trúðu, þá breytist allt. Við þurfum á því að halda að trúa ritningunum. Við þurfum á því að halda að taka Guð á orðinu, og þegar Jesús segir að hann ætla að úthella anda sínum yfir allt hold, þá það líka yfir þig. Og það, þú veist, synir og dætur og þrælar og ambáttir, og það muni bara allir tala tungum. Ég segi bara ekki þagga niður í heilugum anda. Leyfðu honum að koma af stað. Leyfðu honum að tala. Þegar Jesús starfaði hér á jörðinni, þá kom hann einu sinni að manni sem hafði verið veikur í 38 ár. Og sennilega var hann algjörlega búinn að gefa upp vonina að hann gæti nokkuð tímann orðið heill. Svo bara kemur Jesús og þetta var dagurinn hans og hann breytti öllu. Sakkeus, lítill náungi sem klifraði upp í tré til að sjá Jesú. Þegar Jesús kom inn í líf hans, kannski taldi Sakkeus sig eiga allt, hann átti fullt af peningum. Og kannski taldi hann að hann vantaði ekki neitt. Svo þegar bara hann finnur þessa nærveru, þá fattar hann, það þetta sem ég þrái. Það þetta sem ég vil, það þetta sem ég vil elta. Það þetta sem ég vil lifa fyrir. Bartimeus blindi, búinn að vera blindur í mörg ár, svo kemur Jesús og hann opnar augu hans. Ein snerting og það breytist allt. Þannig að Jesús mun líka koma til þín. Jesús kom inn í Jerúsalem á pálmasunnudag. Jesús kom á aðventunni. Jesús kom, birtist fjárhirðunum. Hvar eru Símeon og Anna í þessari kirkju?
Hvar fólki sem hefur þennan spámannlega anda og finnur hvenær Jesús kemur og getur bara sagt fyrir ég veit að Guð hefur áætlun með þetta barn eða ég veit að Guð hefur áætlun með þessa mannesku. Haltu áfram. Í lofgjörðinni hérna áðan, þegar Jóhanna fór að biðja, þá segir Jóhanna, þetta ekki búið. Þetta nefnilega ekki búið. Við erum bara rétt að byrja. Og það getur vel verið að Jesús sé komin hingað í dag til þess að segja við þig, það komin nóg. Þetta orðið gott. Þú sem hefur farið út af sporinu, þú sem hefur kannski tekið ranga stefnu, þú sem hefur bara orðið svektur eða svekt og vonsvikin og hugsa bara, þetta búið. Þessum kafla í lífi mínu bara lokið, nú ætla ég bara að loka þessum dyrum. Þá kemur Jesús og segir, ég hef ekki sagt mitt síðasta orð í þínu lífi. Hann hefur kannski leyft þér að ganga þessa leið. Hann hefur kannski leyft þér að fara bara eins langt og þú ert komin. Og þú hefur kannski ekki séð að hann hefur verið við hliðin á þér allan tíman af því að dapurleikin hefur einhvern veginn byrt þér sín. Ég ætla að enda á sögu, sannri sögu af syni mínum, yngri syni mínum. Við fjölskyldan bjuggum á Norðurlandi eystra í 13 ár. Svo rennur upp sá tími að við ákváðum að fara aftur heim, fara aftur tilbaka. Yngri sonur okkar var 12 ára. Hann var fæddur á Akureyri. Hann hafði aldrei búið annars staðar en á Akureyri. Jú, hann hafði búið smá tíma á Húsavík, 2 ár eða eitthvað. Hann átti alla sína vini á Akureyri, hann átti ræturnar á Akureyri og hann vildi alls ekki fara. Hann var bara alveg ofboðslega mótfallinn því að flytja og hann langaði ekki hætis hót að fara og honum fannst við bara mjög vond. En við fórum og stundum, ekkert stundum, Guð veit alltaf betur en við. Einu sinni heyrði ég svolítið góða sögu, það var lítið barn, þetta sönnsaga, lítið barn sem var að leika sér á gólfinu, eldhúsgólfinu hjá mömmu sinni, mamma var eitthvað að elda matinn. Þegar hún sér allt í hennu að þetta litla barni komið bara með stærsta hnífinn úr eldhúsinu og að leika sér með hann. Og mamman vissi að barni geti skaðað sig á þessum hníf. Þannig að mamman tekur hnífinn af barninu og barnið fer að hágráta af því að barni gerði sér enga grein fyrir því að það að leika sér áfram að þessu áhaldi gæti orðið því til tjóns. Og svona Guð. Guð veit, Guð getur stundum tekið eitthvað frá okkur sem verður okkur til tjóns. Og við getum vælt yfir því og við getum fundið til og við getum kvartað og við getum vorkennt okkur sjálfum. En hann veit best. Og stundum það þannig með foreldra að þeir vita stundum betur hvað krökkunum fyrir bestu og það var í rauninni ástæðan fyrir því að við ákváðum að flytja var að strákarnir mínir voru hættir að fara í kirkju, það var eiginlega ekkert svona barn- og unglingastarf og ég hugsaði ég vil ekki að þeir alist upp við það að það sé bara eðlilegt að fara aldrei í kirkju. Þannig við flytjum suður og í heilt ár átti sonur minn alveg ofboðslega erfitt. Honum leið illa. Hann eignaðist ekki einasta vin, hann var í nýjum skóla, hann einhvern veginn passaði ekki inn í vinahópin í kirkjunu, hann var bara aleinn. Svo erum við búin að búa á höfuðborgarsvæðinu í tæpt ár, þá kemur kotmót, við förum á kotmót, þá er hann orðinn 13 ára, hann á unglingasamkomunum en hann situr alltaf einn, hann situr aftarlega, hann á enga vini þarna heldur. Og þetta alveg bara nýst okkur, nema á mánudagsmorgni, þegar mótinu að ljúka, ég farin á samkomu, strákarnir sofandi í fellihísinu okkar og Fjalar, maðurinn minn sem sagt bara niður í fellihísi hjá þeim. Þá birtast allt í einu 2 konur. Þá hafði kona vaknað á mánudagsmorgninum með svona ofboðslega neyð í hjarta sínu fyrir drengnum okkar. Og hún einhvern veginn bara, hún vaknar eiginlega grátandi. Og hún fer út úr tjaldinu sínu, finnur aðra konu, segir henni frá þessu og segir, ertu til í að koma með mér og biðja fyrir honum.
Og þeir koma inn í tjaldið og vilja vekja hann, en maðurinn minn segir, ég ekki viss að það sé endilega gott að hann vakni bara við að sé ykkur að 2 hérna brjálaðar bænakonur að koma að biðja fyrir honum. Þannig að það verður úr að þeim bara boðið inn í fortjaldið, fengu ekki að fara inn í hið allra helgasta, fara bara inn í fortjaldið, setjast þar og byrja að biðja. Og þær fara að biðja í tungum og maðurinn minn segir, sko, þær báðu á þvílíkum tilfinningahita og þær bara grétu og þær töluðu tungum og þær báðu og þær báðu bara fyrir honum. Það voru 2 strákar hérna inn í fellísinu, þær báðu bara fyrir þessum yngri. Svo á einhverjum tímapunkti þær grétu og bara þær næstu í hljóðuðu. Allt í einu segir önnur, þetta er komið. Þetta er komið, þetta er búið. Og maðurinn minn hugsar, þessar konur. Og hún lýsir sín sem hún sá. Og hún segir, ég sé andlitið hans og ég sá bara svona svört tár streyma niður kinnarnar hans. Svo breytast tárin í gull. Og það er þá sem hún segir, það er komið. Og maðurinn minn, ég get alveg sagt ykkur, hann er enga trú á þessu. Bara, þessar konur, þú veist, það bara, menn. Heyrðu nema, ég er bara á samkomu og ég veit ekkert af þessu. Svo bara líkur samkomunni, ég finn í tjald og þá segir maðurinn minn mér frá þessu. Svo er bara mótið búið, við pökkum saman og erum á leiðinni heim og í bílnum á leiðinni þá ákveð ég að segja stráknum frá þessu. Og hann verður bara alveg ofboðslega hugsi. Og spyr, af hverju komu þeir að biðja fyrir mér? Ég meina, bara alveg hellingur á fólki, hérna í einhverju tjaldútilegu. Og þá segi ég við hann, ég held að Guð viti bara algjörlega hvernig þér hefur liðið allt síðasta ár. Og ég held að Guð hafi bara ákveðið að þetta sé bara komið nóg. Þetta sé orðið gott. Ég held að Guð hafi ákveðið að stíga inn í þetta. Og hann verður bara óbúslega hugsi. Svo komum við heim og við förum bara að ganga frá. Kvöldið, þá allt í einu finn ég þessa ofbúslegu nærveru heilags anda. Og það er eins og sagt sér við mig, farðu inn til hans núna. Og ég fer inn til hans og bara sest og við förum að spjalla og ég finn að hann er svolítið meir. Og þannig að við förum bara svolítið að tala þetta ár sem er að baki, þetta sem hafi gerst þarna morguninn og svo endar þetta með því að við biðjum saman og hann býður Jesú inn í hjarta sitt. Hann hafði alveg gert það áður en það urðu einhver tímamót þarna. Hann býður Jesú inn í hjarta sitt og hann bara gefur Jesú sorgirnar sínar. Ég man ekki hvort það var þarna kvöldið eða kvöldið eftir, þá hringir dyrabjallan. Þetta var ekki skipulagt af okkur. Fyrir utan stóð hópur af krökkum að spurja eftir honum og vildu fá hann út að leika. Og hann fer út með þeim. Svo byrjar skólinn, hann fer í annan bekk heldur hann hafði verið í og hann eignast fullt af vinum. Guð steig inn í hans kringumstæður. Guð ákvað að þetta væri bara orðið gott. Guð getur komið inn í þitt líf í dag og sagt, ég hef séð sorgirnar þínar. Ég hef séð dapurleikan og vonbrigðin og þetta er bara orðið nóg. Það er bara komið gott. Ég vil snúa þessu við. Strákurinn okkar fór ekki að sækja kirkju á hverjum sunnudegi eða í hverri viku eftir þetta vegna þess að það tók hann smá tíma að eignast vini. Og hann langaði ekki að fara í kirkjuna af því hann var alltaf bara að hanga með vinum bróður síns. Og við ákváðum að pressa ekki á hann. Við bara töluðum Guð heima. Við báðum heima. Við sögðum honum frá alls konar bænasvörum sem við höfum fengið. Við töluðum Guð heima, bara við eldhúsborðið. Þannig að hann fékk uppfræðsluna. Og það sem gerðist líka, eftir þetta mót, þá segir hann allt í einu, hvenær á ég að taka skírn? Hann hafði ekki verið skírður. Og við höfum alltaf sagt við þá, þið takið skírn þegar þið eru búinir að ákveða að fylgja Jesú. Vegna þess að þetta snýst ykkar ákvörðun. Og þarna segir hann, ég vil taka skírn. Mánuði seinna tekur hann skírn
Og það ekki fyrir en daginn eftir skírnina að ég átta mig á því að það hefði eitthvað meira en lítið breyst. Vegna þess að þessi drengur, hann var ofboðslega inn í sér og ofboðslega feiminn og ofboðslega mikið tilbaka og hann talaði helst ekki við ókunnugt fólk og alls ekki fyrir framan fólk. Þegar einn vinnufélagi minn sem var í kirkjunni kemur til mín daginn eftir og segir, mikið fannst mér strákurinn þinn hugrakkur að standa bara þarna einn upp á sviði og þegar hann spurður af hverju viltu taka skírn þá segir hann, ég hef ákveðið að fylgja Jesú. Og hann hefur staðið við það. Hann í biblíuskóla, hann að útskrifast með BA-prófi guðfræði núna í júní. Að koma heim í júli eftir 4,5 ár. Guð breytti líf hans. Guð skýrði hann í heilögum anda. Guð hefur ekki sagt sitt síðasta orð. Hvorki í þínu lífi, né í lífi barnanna þinna eða lífi þíns fólks. Hann hefur heyrt bænirnar. Hann þekkir kringumstæðurnar. Og það bara vinn-vinn dæmi að fylgja Jesú. Það það besta sem maður getur eignast. Og ég get að segja ykkur eitt, ég sagði ykkur að þetta var síðasta sagan, þetta var næst síðasta sagan. Ég ætla að segja ykkur, áður en ég eignast, ef lofgjörahópurinn vill koma upp, að þá getur hann komið upp núna, það fínt að byrja að spila, þá þagna ég einhvern tímann. Nema þið allir bara að enda svona með einhverju ljúfri tónlist. En þegar ég eignaðist mína trú, þá var ég að læra hjúkrun. Og ég var bara harðasti djammarinn á svæðinu. Og það bara grunaði engan að ég væri farin í leyni að sækja kirkju. Og einu sinni sagði vinkona mín með mig, ég fór kannski bara út á djammið og laugardagskvöldi og svo var ég alltaf mætt í kirkju klukkan 11 á sunnudegi. Og einu sinni segi vinkona mín, Dagbítu, hvað gerðurðu af þér? Þú gerir þetta aftur og aftur, þú ferð út að skemmta þér og svo ferð í kirkju morgun eftir. Það eitthvað við þetta, þú veist, mér vantar einhverjar upplýsingar þarna. Fyrst Guð gat frelsað, harðasta djammaran á svæðinu. Þú veist, ég hafði bara virkilega gaman að lífinu, en svo kom þessi nærvera. Og þess vegna skil ég þetta svo vel, þegar lærisveinarnir, þessir 2 bjóða Jesú inn í Emmaus og allt í einu fatta þeir, þetta hann. Allt í einu fatta þeir, það þetta sem ég þrái. Það einhver strengur í hjartanu sem hann hefur snert. Það þetta sem ég vil. Og það þetta sem svo mikilvægt að fólk finni þegar það kemur í kirkju. Það þess vegna sem það verður að biðja. Það þess vegna sem verður að vera bænalíf í kirkjunum af því að heilagur andi ryður verki drottins braut. Amen, við skulum standa upp. Jesús, ég þakka þér fyrir að þú ert hér. Og ég bið sérstaklega fyrir þeim í dag, Jesús, sem hafa tekið ranga stefnu. Ég bið fyrir þeim, Jesús, sem hafa einhvern veginn verið bara bugaðir af vonbrigðum, af sorg, og sem þurfa svo á þér að halda, sem þurfa svo á því að halda að finna að þú gengur með þeim. Opnaðu augu þeirra, ljúktu upp ritningunum og kallaðu þá aftur og enn á ný. Það þörf fyrir þá. Ég þakka þér fyrir Jesús, það þörf fyrir okkur öll. Við þurfum öll á þér að halda og þú þarft á okkur að halda og við þurfum hvert á öðru að halda. Og ég bið fyrir þeim, Drottinn minn, viltu gera þeim leiðina einfalda tilbaka. Viltu leiða þá heila aftur heim, inn í höfuðstöðvarnar, inn í ríkið þitt. Takk, Jesús, fyrir að þú ert hér. Og ég bið þess að þú úthellir anda þínum yfir hennar stað. Ég bið þess, Jesús, að þú úthellir anda þínum yfir þessa kirkju, yfir þá sem tilheyrinni, yfir alla sem hér í dag, yfir alla sem að fylgjast með, horfa á eða hlusta.
tendraðu eldin í hjörtum okkar, heilagur andi, vert þú velkomin, og ég bið þess Jesús að við fáum að heyra þig tala, við fáum að sjá sýnir, dreyma drauma og við fáum að heyra röddina þína í hjart okkar. Ég þakka þér fyrir að þú gefur leiðsögnina, þú hjálpar okkur á allan hátt, þinn mátturinn og þín dýrðin, þú drottin drottna og þú konungur konunga, í Jesú nafni. Amen, amen, amen. Og mér langar að enda á að bjóða ykkur fram til fyrirbæna. Ég veit að það fólk hér í dag sem Guð hefur snert við. Ég hef bara séð það. Og þarna, þú sem ert heima, þú sem ert að hlusta, þetta kosturinn við að vera í kirkjunni. Það að geta komið bara og fengið fyrirbæn. Fengið faðumlagið, fengið hjálpina. En þeir sem eru hér í dag, við viljum að þakka þeim fyrir sem eru að fylgjast með. Takk fyrir samveruna. Þeir sem eru hér í dag, þiggiði fyrirbænina. Þið sem viljið koma tilbaka og hvað sem hvílir á okkur, kannski eigið börn sem þið berið hjarta fyrir, að sjálfsögðu berum við hjarta fyrir börnunum okkar. Altarið opið og Jesús hér. Amen.